Já, svona. Ok, þá ég með þetta hérna. Gjörðu svo vel. Má ég byrja? Já. Ég ætla bara að segja sælverðið og ég bara þakka kærlega fyrir hans að fá að vera með ykkur. Þakka fyrir og bara bauðst mér að koma hérna og spjalla við ykkur pílagrímaferðir Íslendinga til Rómar. Ég ætla að fara svona aðeins yfir þetta og ætla kannski fyrst að geta þess að í upphafi þá merkilegt hvað kristni festi fljótt rætur í Róm. Það tengdist vissulega trúboðunum, eða apostólunum, Pétri og Páli. Og við skulum hafa Pétur. Og Pétur boðaði mitt í kristni í anda orða Krists. Þú ert Pétur og á þessum kletti mun ég byggja söfnuð minn og ég mun gefa þér lykla himnaríkis. Og Pétur var krossfestur árið 67 í ofsóknum gegn kristnum mönnum í Róm og á gröf hans reis Péturskirkjan. Og Páll postuli hann boðaði líka kristni af Elju og hann var líka tekinn af lífi fyrir trú sína sama ár og Pétur. Og hann var hálshögginn þar sem nú stendur Pálskirkja. Þarna Pétur Pálsson glemdi honum og svo það Pálskirkja. En þrátt fyrir þessa grimmúlegu ofsóknir á hendur kristnumönnum þá breyttist kristni áfram út og þeir sem létu lífi fyrir trú sína urðu píslavottar og jafnvel dýrlingar. En það voru fleiri sem urðu dýrlingar. Í fyrstu þeir sem voru nákomnir Kristi, síðar merki páfar og menn og konur sem tengdust kraftaverkum Guðs. Og María mey var vinsælust allra dýrlinga. Og þá ágætlega við að segja, bið ég að María bjargi mér, burt frá öllum nauðum, annars heims en einnig hér, ástmær Guðs, ég treysti þér, bið þú fyrir mér, bæði lífs og dauðum. Það var sem sagt heillavanlegt að beina bænu sína til dýrlinga. Þeir voru ástvinni Guðs, milliliðir sem náðu eyrum hans og líkamsleifa dýrlinga og hlutir sem þeir hefðu notað eða snert urðu helgir dómar. Helgir dómar höfðu kraft, lækningamátt, veittu vernd og stuðluðu heill þess sem bað björgun frá nauðum annars heims en einnig hér. Þess vegna var mikils vert að koma sér næst inn helgadómi, snerta hann og kyssa, menn lögðu á sig hættulega ferðir ókunn lönd í þessum erindum. Og þeir sem fóru voru kallaðir pílagrímar og ferðirnar pílagrímaferðir. Pílagrímar, gengu fyrir trú sína á Guði. Sumir báru fram bæn sökum heilsubrests og haltir gengu heilir heim. Blindir fengu sýn og dauðvona nýtt líf. Sumir gengu fullir þakklæti sökum áheits sem hafði ræst. Sumir fóru sjálfviljugir eða dæmdir í yfirbótaferð til að játa syndir sínar, skrifta og öðlast aflausn og fyrirgefningu. Flestir fóru til undirbúnings undir betra líf í öðrum heimi en einnig hér. Allt frá upphafi var algengt að trúaðir dræju sig úr skarkara lífsins og settust að á afviknum stöðum til að tilbiðja Guð. Og þeir voru kallaðir munkar og nunnur og íverustaður þeirra klaustur. Og klaustrum fjölgaði ört og hérna klaustrið San Miniato sem við höfum gist í einmitt í pílagrímagöngu. Og
Þau klaustrin koma sjálfsögðu mjög mikið við sögu pílagríma, bæði sem gistihús, og hérna erum við að borða þar, og að sjálfsögðu sem skjól. Ferðirnar voru líka erfiðar og hættulegar og pílagrímar oft misjafnlega á sig komnir. Þess vegna gegndu klaustrin jafnframt hlutverki spítala, og höfum það bara svona aðeins að undirstrika þetta. Munkar og nunnur lögðu sig fram við hjúkrun og líkn og urðu oft góðir læknar. Pílagrímar leituðu snemma til helgra staða í landinu helga og komu síðar með helgadóma til Róm að kross Krists og tröppurnar sem Kristur gekk upp í höll Pílatusar. Skala Santa og bein heilagra manna og helgra dóma komuðu líka með og sömu þótti reynda sem beini líktust frekar dýrabeinum. Og það minnir á frásögn Guðmundi góða, en það segir í Sturlungu að það hafi verið vani hans að láta menn kissa helga dóma hátíðir. Þorsteinn bóndi Svarfaðardal, sem var andstæðingur biskups, hvort eigi vita hvort það veri heilagra mannabein eða hrossabein. En aðdráttarafl sem ég að draga aðeins aðdráttarafl Rómar eldist eftir að múslimar lögðu Jerúsalem undir sig og í Róm voru öll stræti roðin blóði heilagra manna. Hvergi voru fleiri kristnar grafir og hvergi fleiri helgidómar. Þar hvíldu líka Pétur og Páll, og við sjáum það. Páll var krossfestur upp og niður. Hann kaus það að láta krossfesta sig niður. En Páll var hálsökinn, og það sést hérna fyrir framan, enda var Páll postuli, rómversku borgari, ekki venjulegur, eigum að segja barbari, eins og Pétur. Rómabiskupar gerðu fljótt kröfu til að vera viðurkenndir andlegir leiðtogar kristinna manna. Kristur hafði jú, eins og ég minntist á áðan, falið Pétri postula umboð sitt. Hann var fyrsti biskup Rómar og biskupsdómurinn skyldi erfast til eftirmanna hans. Og þær hafa nú verið ansi margir allar þessar götur. Eftir fall Vestrómverska ríkisins árið 476 var veralegt vald í upplausn og páfinn var þá eins konar leiðtogi kristinna manna á, eigum að segja, Vesturlöndum. Og árið 590 var Gregorius mikli kjörinn páfi, og ég get nú ekki farið í þess að kalla meira, en hann lagði grunninn að því stórveldi sem kaþólska kirkjan var. Og hann beitti sér fyrir trúboði á meðal heiðinna þjóða í Vestur- og Norður-Evrópu og eftirkomendur hans héldu því markvisst áfram, og þetta þá svona upp úr 600. Og auðvitað fyrr. Yfirbót, aflausn og fyrirgefning í nafni páfadóms var fólgin í fégjöldum, eldist mjög þegar framliðu stundir, líka á Íslandi, og merki vaxandi páfavald. En svo svona í lok 8. aldar að Karla Magnús, konungur Franka, og Leó III páfi lögðu grunn að þeirri Evrópu sem við þekkjum í dag. Og á jóladag árið 800 þá krýndi páfi Karla Magnús í Péturskirkjunni sem keisara hins vestrómverska ríkis. Hið víðlenda ríki frá Pýreneafjöllum í vestri, austur á Dóná og suður eftir Ítalíu tilheyrði nú kristni og páfastóli. Karla Magnús lést 814, afkomendur hans börðust völdin og það leyti hófust árásir norræna víkinga á meginlandi Evrópu og Bretlandseyjar.
Og þá ætla ég að víkja sögunni hingað norður á bóginn og getur sagt að eftir sameiningu Noregs í þjóðríki fékk Haraldur hárfagri konungur enga mótstöðu og fjandmenn hans voru fallnir eða flúnir og þá getur við sagt að byggðu norræni menn Suðureyjar, Dyflinni, Normandí, Katanes, Orkneyjar, Hjaltland, Færeyjar og í þann tíma byggðist Íslands. Og þá má segja að það sé komið að íslenskum pílagrímum. Mér hefði þótt gaman að því að rifja upp sögu Auðar Vésteinsdóttur, konu Gísla Súrssonar, fyrsta pílagrímsins og velta fyrir mér ástæðu þess að yfirbóta göngu hennar. Hvað var það sem kallaði svo sterkt á að þessi trausta og trúa eiginkona útlagans í 13 ár tæki sig upp og héldi í slíka hættuför. Einnig hefði mátt segja frá Suðurgöngu, víðförlustu konu heims á þessum tíma, Guðríðar Þorbjarnardóttur, konu Þorfinns Karlsefnis, en það verður að bíða því að ég ætla að snúa mig frekar aðeins að segja ykkur frá Suðurgöngu, Flosa, Brennuflosa og Kára í Njálu. En fyrst vil ég geta þess að líta má á Njáls sögu sem átök á milli góðs og ills, milli kristni og heiðni, sem hrun hins gamla heims og upphaf nýs og betri siðar. Þegar Njáll frétti að synir hans og tengdasonur, Kári Sölmundarson, höfðu fellt Höskuld Hvítanesgoða, fóstra Njáls, var hann harmi sleginn. Hann sá fyrir sér dauða sinn, konu sinnar og svona, en við Kára sagði hann erfitt þeim að ganga í móti giftu sinni. Flosi á Svínafelli var föðurbróðir Hildigunnar, konu Höskuldar, og hann tók þetta mál að sér og auðvitað fer ég mjög hart í gegnum söguna. Og hún spyr hann hvernig hann ætla að sækja málið. Hann segist ætla að sækja til fullra laga og sátta. Hefna mundi Höskuldur þín, segir hún, og leggur blóðuga skikkju yfir Flosa sem Flosi hafi gefið Höskuldi og hann var veginn í og særir hann hörðum orðum fyrir skort á manndómi og karlmennsku. Og Flosi svarar, þú ert í mesta forað og köld eru kvennaráð. En undan brýningum Hildigunnar svíður og að því kemur að Flosi safna liði og á Bergþórshvoli telur hann aðeins einn kost í stöðunni, að bera eld að og brenna þá inni. En þó er það stór ábyrgð fyrir Guði ef við erum kristnir menn. Þarna eru Íslendingar búnir að vera kristnir í svona 10-15 ár. En hann segir þetta. En Kári, hann var sá eini sem slapp úr brennunni og eins og segir með sviðið hár og klæði og reið lánshesti til hefnda. Og við tók liðsbón á báðabóga, málaferli en að lokum sættir. Flosi og brennumenn skyldu fara utan. Flosi hét jafnframt yfirbótaferð suður til Rómar. Á víg Þórðar, sonar Kára, sem brann inni með afa sínum og ömmu, Njáli og Bergþóru, var ekki sæst, því að hefndar nauðung sæmdarinnar, sem lýsir náttúrulega þessu samfélagi fyrir kristni, var Kára meira virði, en hann hélt þessari hefnd fast fram og felldi 13 brennumenn. Flosi og hans menn hófu utanferð sína. Kári hélt í humátt á eftir þeim, því hefndin var ekki fullkomin. Hann átti eftir að drepa 2 brennumenn, Gunnar Lambason og Kol Þorsteinsson, og Kára tókst að efna heit sín. Í Orkneyjum
var Gunnar Lambason í jólaveislu og fenginn til þess að segja frá Njáls brennu. Hann hallaði að, hann Gunnar, og laug víða, og Kári, eins og við sjáum á myndinni, sem hafði læðst inn í höllina, stóðst ekki mátið. Hann hljóp með brugnusverði og hjó á háls Gunnari svo að aftók höfuðið, eins og við sjáum hérna. Og fauk þá upp á borði beint fyrir framan höfðingjana. Og síðan fóruðu til Wales og Flosi fór til Wales og Kári fór á eftir þeim og hann kom þar sem Kolur, sem hann á eftir að drepa, taldi silfursjóð. Hann hljóp til hans með brugnusverði, hjó á hálsinn, en Kolur taldi silfrið og eins og sagan segir og nefndi höfuðið 10 afhauk bolnum. En Kári mælti: segið þið Flosa að Kári Sölmundarson hafi drepið Kol Þorsteinsson, og þar með var hefndinni lokið. Og það er tekið fram í sögunni að Flosa stukku aldrei ill orð til Kára. Hann fór frá Wales, suður Ermarsund og hóf göngu sína suður til Rómar og létti eigi fyrr en hann kom til Rómaborgar. Og hér sjáum við hann á leiðinni. Þar fékk hann svo mikla sæmd að hann tók lausn af sjálfum páfanum, og við sjáum það hér, og gaf þar til mikið fé, og hann fór, eins og við köllum hina eystri leið, og hélt að heim aftur, og hélt til Noregs og þaðan til Íslands að Svínafelli. En Kári sigldi líka suður Sæ og hóf göngu sín í Normandí, gekk suður og fékk í Róm lausn allra sinna mála. Og hérna það sýnir ykkur bara leiðir. Þeir koma frá Englandi og ganga suður. Kári fer hérna, segir við, og svo fer hann í þessa, en við skulum segja Flosi farið hér, aðeins norðan, það verið gegnum Normandí, og svo ganga hann til Rómar. Þetta ofta þessar vestari leiðin, en svo þegar Flosi fer tilbaka, þá fer hann eystri leiðina, og það hérna upp í gegnum Þýskaland og upp í gegnum Danmörku og upp til Noregs. Ég sýni þetta aðeins betur á eftir. En þetta þessar leiðir sem þeir gengu. Og hann sem sagt fékk líka lausn allra sinna mála og hélt, eins og ég sagði, tilbaka hérna vestari leið og dvaldist veturinn í Skotlandi. Þá frétti hann andlát konu sinnar, Helgu, dóttur Njáls og Bergþóru. Hann bjóst til lands og hafði erfiða útivist og tók síðan land við Ingólfshöfða og braut skip sitt í spón. Kafaldsstríð var á og Kári tók það ráð að halda til Svínafells og reyna göfuglindi Flosa. Það voru höfuðandstæðingar. Og Flosi spratt á mótunum, uppvafðan og sett hann í hásæti hjá sér. Sættust þeir heilum sáttum og Flosi gifti Kára, Hildigunni, bróðurdóttur sína, sem Höskuldur Hvítanes goði hafði átt. Og seinasti hluti Njáls sögu snýst hefnd, málaferli, utanfarir, suðugöngur og sættir. Og allt hefur leitt að þessum sögulokum, hægt og bítandi. Hringnum lokað. Segja má að Kári sé á mörkum hinnar heiðnu og kristnu hetju. Hefnd hans hafi verið óhófleg en að villri nauðsyn til að hreinsa ófriðinn endanlega út og ljúka þar með sögu hins gamla heimsblóðhenda samfélagsins. Og við getum sagt forsjá Guðs leiði Flosa og Kára saman í lokin eftir suðugöngu þeirra, þar sem þeir iðruðust og tóku aflausn fyrir syndir sínar, endanlegar og viðvarandi sættir, iðrun og fyrirgefning í stað hefndar, sem undirstrikuð með því að Kári fær Hildigunnar ekki Höskuldar sem hvað ákafast hvatti til hefnda. Og
þá má segja að sú saga sé búin, en eins og fram hefur komið og ég minntist á, þá fór Flosi yfir Ermarsund og gekk þaðan suður til Rómaborgar. Kári fór líka á svipuðum stað, hann fór yfir til Normandí og gekk þaðan suður, en á bakaleiðinni fór Flosi hina eystri leið og Kári hina vestri, sem ég sýndi ykkur hérna. Þetta var vesturleiðin yfir Ermarsundi og svo suður til Rómar, en eystri leiðin upp í gegnum Altana, þeir farið yfir Altana, en upp í gegnum Þýskaland, upp í Noreg og upp í Danmörku og upp til Noregs. Þetta voru þessar leiðir sem voru farnar. Og við skulum gefa okkur að þeir hafi fylgt erlendum leiðarvísum sem voru til. Og hérna er leiðarvísir, þeir voru kunnir og eitt af þekktasti er Gerður af Sigríki sem var erkibiskup í Kantaraborg. Og hann gerir þessa leið, eða þennan leiðarvísi, svo snemma sem í kringum 990. Og núna þegar Ítalarnir hafa verið að endurvekja eða upphefja þessa gömlu Rómar eða suðurgönguleið, þá styðjast þeir við ferð Sigríks, þar sem að fer frá Canterbury og í gegnum Frakkland og þessa leið hérna til Rómar. En þeir hafa líka stuðst við og gera mikið úr leið sem ég ætla að minnast á rétt strax, og það er þessi hérna bláa. Aðeins að minnast á hana líka. En þessar leiðir eru dálítið sem sagt mjög þekktar. Og þessi leið er kallað Via Francigena og ég ætla að sýna ykkur hana hérna og er orðið mjög verðmætt. Hérna erum við á leiðinni Via Francigena sem þýðir franska leiðin. Og þessi leið, hún er til þetta svæði frá því fyrir 900. Minnir 870, þá er þessi leið til, en það er ekki svo nákvæmar lýsingar á því, en lýsing Sigríks erkibiskups, hún er þokkaleg. En það eru fleiri sem gerðu þetta vegna þess að, eins og ég segi hérna, að það megi ætla að því að framlíða stundir þá er það sem að íslenskir pílagrímar fylgi leiðarvísi og borgarskipan Nikulásar Bergssonar ábóta Munkaþverá sem hann skrifaði árið 1155. Og það fyrsta sem við vitum að sé skrifað á Íslandi eru lög og þeir eru skrifuð 1118. Síðan vitum við að Ari fróði skrifaði Íslendingabók á árunum 1120 til 1130. Það koma svona aðeins svona merkar ritgerðir sem eru skrifaðar á þetta tímabili líka. Þannig að þetta er með því allra fyrsta sem hefur varfist hjá okkur. Auðvitað eigum við postulasögur og eitthvað slíkt, en bara til þess að undirstrika það að þetta hefur varfist. Og það hefur engin annar norrænn leiðarvísir varfist heill. Og Nikulás, eins og ég var að segja, hann var munkur þegar hann gekk sína yfirbótagöngu til Rómar og Jerúsalem árið 1150 og við skulum fara aðeins yfir leiðina hans. Hann gekk þessa leið hérna, og við sjáum, hann siglir til Noregs og síðan fer hann hérna niður, hvort sem hann siglir eða heldur áfram og til Danmörkur og þá fer hann gegnum Þýskaland, hann fer hérna gegnum Danmörkur og það lýsir þessu og svo fer hann hérna í gegnum Þýskaland og Saxland og svo skulum við fá næsta og síðan kemur hann hérna í Ásta og allan leið til Rómar og Róm. Aðeins að þetta er skráð mjög nákvæmt af þessum íslenska manni, enda er það svo og hann fer frá sem sagt fyrst í Noregs, svo fer hann niður Jótland og frá Danmörku tók gangan svona rúmar 10 vikur, getur við sagt svona cirka. Og það er sagt eftir því sem menn fara í gegnum hans leiðarvísi
að stysta dagleiðin séu 16 kilometrar og svo lengsta 80 kilometrar. En ég ekki að segja hann hafi labbað það, sko. Hann gæti hafa farið þegar að fer Rím til dæmis á ferjum og svo framvegis. En að meðaltali eru þetta 33 kilometrar sem hann fer. Og ef til vill hefur Nikulás þekkt leiðavísi Sigríks sem ég var að minnast á áðan, erkibiskup í Canterbury, alla vegana, þá liggja leiðir þeirra saman hérna aðeins fyrir sunnan Alpana. Og síðan má segja að leiðirnar liggi nokkur veginn saman. Þannig að það er mjög merkilegt og það er sú leið sem að þeir eru að minnast á. Og hérna taka þau fram þessi sem hafa verið endurvikið þetta og þetta er náttúrulega mjög þekkt í Ítalíu og mjög vel verð. Og hérna er þetta rauða og það er Via Francigena di Sigrico eða Sigrico og næsta lína sem þeir fara er Via Francigena eftir Nikulás frá Lucca þeirra 1154. Þannig að þetta er þekkt þessi merka lýsing og borgarlýsing þessa góða manns. En það var meira segja annar rómafari, Gissur Hallsson, sem var að Haukadalsættinni, sem skrifaði líka leiðavísi og hann hét Los Peregrinos eða ferðablómstur. Hann fór í suðugöngu í 1150-1160 en þessi leiðavísir algjörlega glataður. En eftirminnilegasta frásögn af suðugöngu Íslendinga er yfirbótaferð Sturlu Sighvatssonar árið 1234 og því svona aðeins kunnist við þetta. Og það kannski byrjar fyrst með því árið 1221 að þá eru deilur Guðmundar góða og íslenskra höfðingja, þá stóðu þær sem hæst. Og þá var það sem Tumi Sighvatsson, bróðir Sturlu, hann var tekinn til héraðsstjórnar í Skagafirði. Og biskup skildi það þannig að Norðlendingar væru að hóta sér öllu illu og tók það ráð að fara í útlegð í Málmey á Skagafirði. En Tumi sat á Hólum í Hjaltadal. Og veturinn 1222 þá fóru liðsmenn biskups að honum, kom honum á óvart, tók hann fastan og dráp hann. Biskup lét illa yfir för sinna manna og taldi öruggara að haldi skjól norður til Grímseyjar. Og Sighvatur Sturluson, faðir Tuma og Sturlu Sighvatssonar, sendi orð vestur í Dali til Sturlu sonar síns og bað hann koma með fjölmenni svo að þeir feðgar mættu leita eftir sonar og bróður hefndum gegn biskupi. Og þeir sigldu til Grímseyjar með ofurefli liðs og gengu fram að mikilli hörku. 12 biskupsmenn féllu þar af 2 prestar og að auki voru 2 kirkjunamenn teknir og geldir. Og þau lögðu jafnframt hendur á sjálfan biskupinn og fóru með hann á brott úr eyjunni og hröktandi Noregs harðlega leikinn. Og þess má geta samkvæmt Guðs lögum og bréfi erkibiskups til Íslendinga var sá í Guðs banni og páfans en misþyrmdi kennimanni með heiftúður í hendi. En Guðmundur biskup, hann bað Guð hefna sín, því eigi má ég veslingur minn. Og það þótti sýnt, segir sagan, að Guð heyrði bæn hans, því 30 liðsmenn þeirra feðga fórust í norðanstormi og kulda en þeir fóru frá Grímsey. Enda taldi sá sem skrifaði Guðmundar sögu góða að Guð hafi heyrt bæn Guðmundar biskups bæði þá og endra nær. Og nú er aðeins að tína til svona hugsunarhátt okkar. En hvað sem því líður er það þessi Grímseyjarför sem leiði til þess að árið 1232 eða 10 árum seinna þá komu til Íslands bréf Sigurðar erkibiskups og voru þau mælt harðlega til Sturlu og Sighvats Grímseyjarför
og annan mótgang við Guðmund biskup. Var þeim utanstemmt báðum feðgum. Þeir voru dæmdir til að fá aflausn hjá páfa. Það dugði ekkert annað. En það réðst af að Sturla skyldi fara fyrir þá báða og leysa mál þeirra beggja. Og Sturla fór utan sumarið og nokkri menn með honum að fór til Noregs, nákvæmlega eins og neyðarlýsirinn var, suður til Björgvinar og áfram til Danmerkur. Þar fann að Valdimar konunginn gamla og gaf Valdimar konungur honum hestgóðan og enn fleiri gjafir. Fór Sturla þá suður og eins og segir í Þýðestland eða í Þýskaland og síðan fór hann til Rómar og hann var í hópi Normanna og þeir komu á páfafund. Og við skulum gefa okkur að Sturla hafi gengið eftir leiðavísi Nikulásar ábóta og við skulum fá hann bara aðeins hérna aftur. Eins og ég sagði, hann fer fyrst til Noregs og við sjáum bara línuna þarna. Þessi leiðavísir knappur en samt nákvæmur og lýsing hans og athugasemdir á þjóðum og borgum eru oft einstakar. Og í Saxlandi segir til dæmis, og við sjáum bara hvað það fer, það þarna sem Græni í Saxlandi, þar þjóð kurteisust og megi norræni menn nema margt til eftirbreytni. Ég ætla ekki að fara í það núna, við höfum ekki tíma til þess að velta því fyrir okkur. Og svo fara þeir til Lukku og þar þarna Græni vísirinn eins og Nikulás kallar Lukku og hér sjáum við Lukku, læsilega borg og þar segir að sé biskupsstólla Maríukirkju og hérna höfum við Maríukirkjuna sem Nikulás lýsir og hann segir þar róða og við skulum sjá hana og hún ennþá sú sem Nikodemus lét gera eftir Guði sjálfum eða eftir Kristi og hún segir Nikulás hefur 2 sinnum mælt, annars sinn gaf hún skó sinn aumum manni en annars sinn bar hún vitni rægðum manni. En aðeins svona smá útúrdúr í Sturlungu segir líka frá því að í Lukku andaðist Þórir presturinn Auki 18. mars 1177 og af deilum erfðir sem af því hlaust fékk tunga í Borgarfirði nafni Deildartunga eins og við þekkjum hana enn þann dag í dag. Og deilan hún leiddi líka til þess að Snorri Sturluson var tekinn í fóstur í Odda sem hafði mikil áhrif fyrir allavega sagnfræðilega sögur okkar, en það líka önnur saga. Ég bara svona aðeins að tína til hvað margt merkilegt við þetta. Og Nikulás ábóti segir að suður frá Lukku borg sú heiti Písis. Við sjáum það, Lukka og Písis og höfum hana aðeins skakkiturnin í Písa. Og þar segir að þanga halda kaupmenn drómundum eða stóru skipum af Grikklandi og Sikilei, Egyptalandsmenn, sýrlenskir og Afrikanar. Og svo segir hann, þá langa sín og það Siena, ég sýni hvar hún Siena og þangað eru 3 daglegir úr Lukku. Og þarna sjáum við hvernig Siena blasir við úr fjarlægð, sínin löng sín, hún blasir við og þetta kallar hann löngu sín. Og þar sé Langasýn góð borg og þar biskupsstóll að Maríukirkju og við sjáum bara Langasýn núna, þetta sem hann kom að. Og svo kemur þessi makalausa setning sem munkurinn og verðandi ábóndi segir, þar eru konur vænstar. Og nú veit ég ekki hvað hann meinti með því. Við verðum bara, kannski voru það bara svona vel á sig komnar. En sem sagt, Sturla áfram með yfirbótaferð Sturlu. Nikulás segir að við Rómaborg fyrir norðan sé feginsbrekka. Og nú erum við komin í fyrra, við erum að ganga í Róm og við erum að ganga upp feginsbrekku eða gleðihæð. Þar sem pílagrímar féllu saman
af feginleika og gleði og þakklæti. Og þarna erum við að þakka fyrir það að við sjáum yfir hvert við komumst. En Sturla hefur verið á þessari sömu leið og við skulum fá hann hérna inn í. Hérna hann að labba, við sjáum Péturskirkjuna. Þannig að við erum komin alveg að göngunni og fekk lausn allra sinna mála í Rómaborg og hérna erum við bara eins og hann hefur farið á Péturstorgið fyrir sig og föður sinn og tók það skriftir stórar og eins og sagan segir, hann var leiddur berfættur milli allra kirkna í Rómaborg og Nikulás lýsir höfuðkirkjum Rómar á þessum tíma. Þannig að það er gaman að ganga á milli þeirra og velta þessari sögu fyrir sér. Og sem sagt, bar hann það drengilega að hann var flengdur þarna sem líklegt var, en flest fólk stóð úti og undraðist, barði á brjóstið og harmaði að svo fríður maður var svo hörmulega leikinn og máttu eigi vatni halda bæði konur og karlar. Síðan var það að Sturla fór heim aftur, fór í Norðurlönd og síðan í Tungsberg í Noregi og þar hitti hann Hákon konung sem tók vel á móti honum og töluðu þeir konungurinn og Sturla jafnan. Og ég ætla einmitt að ljúka þessu á því að konungurinn spurði Sturlu hversu mikið fyrir myndi verða að koma einvaldi yfir Ísland og taldi þá myndu verða frið betri ef einn réði. Og Sturla kallaði lítið myndi fyrir verða ef sáari ráðugur með færi. Konungur spurði ef hann vildi til ráða, hann hvast ekki myndi neita með konungsráði og forsjá og eiga slíkra sæmdar vona konungi sem honum þætti verð. Og konungurinn bað hann eigi vinna land með manndrápum, en bað hann taka menn og senda utan eða fá ríki þeirra með öðru móti. Hvað sem þessu líður, síðan fer bara Sturla heim og þá má segja að í framhaldi af þessari yfirbóta ferð Sturlu og samtölum hans og konungs hefjist nýtt tímabil í sögu Íslands og í Sturlunga aldar. Sturla stefnir hátt hvort sem hann hafi lofað konungi að koma Íslandi undir konung eða ekki. Það fer ekki á milli mála að nýtt yfirbragð yfir framgöngu hans. Þeir feðgar Sturla og Sighvatur þeir leggja til athugun við Snorra, bróður Sighvats í Borgarfirði, sem var dálítið skynsamlegt en var lítur á þetta út frá hernaðarlegu sjónarmiði, því Borgarfjörður, eitt þýðingamesta héraðlandsins, liggur á mörkum suður, vestur og norðurlands. En það kemur í ljós að Sturla stefnir næsta yfiráðum á Vestfjörðum og síðan komið að Suðurlandi. Og við getum spurt, án þess að fá svar, leiddi suðurganga Sturlu og aflausn hans hjá páfa til þess að hann misti sig algjörlega í framagirnd, hroka og ofmetnaði. Við getum velt þessu fyrir okkur á alla kanta. Kannski getum við líka leyft okkur að ætla að svari komi óbeint fram nokkru síðar í falli þeirra feðga í Örlygsstaða bardaga. Og ég ætla bara að ljúka þess á þessu, en þó ætla ég að hafa orð á því að núna á laugardaginn þá erum við Margrét ásamt fleiri fólki að ganga akkurat þessa leið. Það er að segja, við ætlum að ganga frá Lucca til Siena, sem er svona 130 kilometrar. En það var bara yndislegt að fá að vera með ykkur og ég var bara að tala þetta aðeins svona að segja ykkur hvað þetta býður okkur upp á. Við þekkjum svona 50 manns úr sögunum sem gengu til Rómar. Og það er líka mjög merkilegt að í Reichenau, í klaustrinu Reichenau, sem við Bodensee,
þar ævagömul gestabók. Og í þessari gestabók sem var fyrir 1000 finnum við nöfn 39 manna og það sagt að við komi frá Terra Íslanda, frá eyjunni Íslandi. En við þekkjum ekki eina einustu mannesku þar. Þannig að þetta hefur verið mjög algengt að við værum að fara þarna. En svo ætla ég líka að fara þarna í haust. Steinar er ekki í október. Og þá ætlum við að ganga frá Siena. Já, eða Montefiascone, aðeins sunnar og til Rómar og koma eins og ég var að sýna inn á Péturstorgi og detta niður við Feginsbrekku og fá svo aflaust hjá páfanum. Þannig að við getum ennþá lifað í þessu innilega, bara kæra þakkir fyrir. Kæra þakkir. Það er mér langar að fá líka